En hátekjufólkið sem á tyllidögum talar mikilvægi jafnréttis og réttlætis og svo framvegis. Ég tala nú ekki konurnar sem eru komnar upp úr glerþakinu. Á Arnarhóli. Já, ég tek bara sem dæmi. Ef að baráttan hjá þeim væri gagnvart þessum konum sem eru þarna niðri. Nei, þetta eru sömu konur og segja, nei, það má ekki semja krónutöluhækkanir. Við þurfum að fá prósentur. Þetta svo gjörsamlega. Það engin meining á bakvið þetta og þetta nákvæmlega sama og Sólveig Anna hefur verið að gagnrýna í þessari baráttu. Það engin meining á bakvið þetta. Ef að menn raunverulega vilja hjálpa íslensku konum í dag sem á hallar, þá það konurnar sem á lægstu kjörunum, í ræstingunum, í þjónustustörfunum og svo framvegis. Þetta hópurinn sem að þarf að fanga á og horfa á og leiðrétta kjör þessara stétt. En sama fólki sem að kemur og heldur eldraðurnar, það hefur gagnrýnt það að eigi að semja hér í krónutölum. En það vita mál á krónutöluhækkanirnar gagnast þessum konum langt best. Hér fer bara ekki saman hljóð og mynd. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.